Komið í sæl og verið velkomin í Snarlið. Við Auður ætlum að búa saman til taco, af því það er svo ótrúlega einfalt. Hefurðu gert taco áður? Já. Er þetta ekki svona ekta, svona ungu fólki finnst þetta mjög gott held ég? Jú, Já. þetta er fljótlegt Þetta og er- einfalt Já, og gott. já, nokkulega. Alveg með þetta sko. Og ég var einmitt að hugsa núna, sko, ég seti eiginlega alltaf steik í laukfisk. Ert þú ein af þeim sem myndir frekar vilja sleppa því að hafa bara nautarækki? Nei, mér finnst laukur góður. Fyrst laukur góður, ok, hér er frábært. Þá ætlum ég bara að steikja laukinn, eða sem sagt skera laukinn og ég set hann alltaf á sko fyrst, en það er bara smekksatriði. Ef að maður er ekki mikið fyrir lauk, að þá auðvitað bara sleppur maður því, er það ekki? Maður er ekki að stressa sig með það. Og þegar þú ert að gera heima, Auður, eða þið fjölskyldan, hvað setjið þið á taco? Segðu mér hvað þið gerið. Við setjum yfirleitt bara svona salat og gúrku, tómata, salsa, sítrónrjóma. Já, æðislegt. Þetta er bara mjög svipað. Eina við erum reyndar ekki með tómata akkurat núna, en þeir mega svo sannarlega vera með ef maður vill. Ok, ég er bara með lítinn lauk og lítum á að það er nú eiginlega ekkert að skera hann eitthvað voðalega smátt, eða hvað finnst þér? Nei. Þetta er ekki svona eins og þegar maður er að gera guacamole og er að skera rauðlaukinn í, þá vill maður ekki vera með bara alveg risa rauðlauksbita upp í sér. Ok, byrjum á að setja laukinn og þú kannski hrærir í fyrir mig. Setja smá ólífólíu. Ég nota alltaf bara kaldpressaða ólífólíu þegar ég er að steikja. Mér finnst það bara langbest og ég hef svo mikla trú á því að það sé eitthvað alveg ótrúlega góð hugmynd. Þannig að oft steiki ég laukinn í smá stund fyrst, en það þarf svo sem ekkert, eins og núna viljum við bara halda áfram. Og það er alltaf svona smá blað undir hakkinn, þú veist, ef þú ert að gera sjálf. Þannig að svona. Þú steikir við þetta í smá stund eða þangað til hakkið er steikt í gegn. Þetta er náttúrulega bara ekki flóknara en þetta. Nei. Og það má auðvitað vera hvaða kjöt sem er og það mætti líka alveg setja baunir inn í taco. Ef einhver er grænmetisæta eða vegan, að þá er upplagt að kaupa til dæmis brúnar linsubaunir eða grænar linsubaunir og sjóða í það er yfirleitt svona hálftími til 45 mínútur og setja þær svo inn í. Og það sem mér finnst vera algjör galdur ef að maður vill nota baunir eða á vini sem að vilja fá baunir eða eitthvað, að sjóða þær í grænmetiskrafti. Það kemur svo ótrúlega gott bragð. Ég held að við ættum að setja kannski bara lokið á í smá stund ef þú myndir vilja ná í það fyrir mig, Auður. Já. Ok. Og láta þetta svona eldast bara. Það er oft svolítið gott að lækka hitann aðeins og elda undir loki í smá stund. Það þornar ekki kjötið, en svona það hjálpar gufan inni og svona svipað þegar maður er að steikja kjúkling. Það er oft gott að steikja fyrst og loka öllum bitum, lækka svo aðeins niður, setja lokið á, bíða í 4-5 mínútur og þá eldast hann án þess að verða allir þurr. Svolítið svipað með þetta hérna. Já. Ok, þú sagðir að þið væru með tómata, er það ekki? Já. Og gúrku líka? Já. Já. Hvernig skerið þið gúrkuna í strimla? Bara mjög mismunandi. Já. Myndirðu vilja skera hana í strimla fyrir mig? Já. Já. Ég held að það geti bara verið svolítið þægilegt. Þá getum við lagt það svona á tacoið. Þá er ég vissum að þetta er tilbúið af því það gerist allt mikið hraðar þegar þú ert með lokið á. Þá gerist það svo hratt, en það þornar ekki. Sérðu hvað þetta verður svona safaríkt og seiðandi, ekki? Jú. Svo við færum þetta að þetta eru svona gamaldags hellur. Það eru lengi að lækka niður sko, þannig að við færum þetta hingað. Gerum kannski bara svona. Allt í lagi. Nú bara getum við farið að setja inn í. Og hér er, gerum bara svona. Hér er diskur fyrir þig. Þú bara setja eina inn í eina taco þar sem þið langar. Þetta er skeiðin fyrir nautarækki. Ég ætla bara að sjá hvað þú gerir. Salat. Þú velur það sem þið finnst spennandi. Ég skal rétta þér. Langt að fara. Já,
sko nú er ég að læra eitthvað nýtt. Ég set alltaf nautahakki fyrst, þú setur sýrða rjóman fyrst. Já. Já, Finnst það. ég finnst það best. Mjög gott. Síðan setja salsan. Ok, flott. Heyrðu, þú sagði bara salsa. Þú sagðir ekki salsa sósu. Nei. Nei, ég veit það. Ég segi það svo oft alveg óvart. Ég er bara búin að segja það áður en ég veit það. Setur í gúrku, já. Hér er salat, ef þú vilt svo les. En þú setur nautahakki efst. Nei. Nei. Sett nautahakkið og síðan kemur osturinn efst. Ó, ég skil, ok. Þetta er allt í systemið hjá þér. Allt er lágt að fara út fyrir. Þetta er partí sko, það fer allt út fyrir í partíu. Osturinn, ég skal rétta þér. Skal. Ég ger þetta alltaf svona Auður. En það er, og svona, og svo setjum ég þetta inn í ofn. Heyrðu, þetta var nú ekki gott hjá mér. Svona. Svo setjum ég þetta inn í ofn. Svo setjum ég restina. Nú ætlum ég bara að setja allt. Ég samt held að þín aðferð sé eiginlega rosalega sniðug. Svo finnst mér sýrður rjómi alveg ótrúlega góður. Nú er ég alveg komin með mjög vond vandræði. Þetta er bara, það verður eiginlega ekki hægt að borða þetta. Eina gúrku og smá salat. Gangi mig vel. Þú mátt smakka ef þú vilt. Viltu prófa? Það er ekkert bita. Ég veit nú ekki hvernig ég lít út þegar ég prófa mitt. Þetta er alveg ljómandi gott. Mér finnst það mjög gott. Já, ok, ég dána með þetta. Þá bara höldum við áfram að borða og ég þakka þér fyrir hjálpina Auður. Já. Og við hvetjum alla ekki til að prófa að gera taco. Já. Já. Og nota, að því ég er alltaf að tala um afganga, nota jafnvel afganga líka. Setja með hakkinu ef það er eitthvað til inn í ískap, að setja það með. Verðu ykkur að góðu.